Góðan dag, ég heiti Oddur Birnir Pétursson og vinn á kjaramálasviði VR. Í þessum fyrirlestri ætlum við að fara yfir launaseðil. En samkvæmt kjarasamningum eiga allir að fá útgefin launaseðil við útborgun launa. Launaseðilinn er kvittun fyrir greiddum launum og gjöldum sem ber að greiða þeim. Á launaseðli koma fram upplýsingar föst mánaðarlaun eða sundurliðun tímakaups eftir dagvinnu, eftirvinnu, næturvinnu eða yfirvinnu eftir því sem við á. Auk þess á allur frádráttur að koma fram sundurliður. Góð regla er að geyma alla launaseðla frá atvinnurekanda. Við ætlum að renna yfir 2 launaseðla. Annar launaseðlinn er fyrir starfsmann í afgreiðslustarfi sem vinnur eftir tímakaupi, þar sem vinnutíminn sundurliðast. En hinn launaseðlinn er fyrir starfsmann sem vinnur í skrifstofustarfi og er með föst mánaðarlaun. En að sjálfsögðu getur starfsmaður í skrifstofustarfi verið á tímakaupi og starfsmaður í afgreiðslu verið á föstum mánaðarlaunum. En þetta eru bara 2 dæmi sem við ætlum að taka hér í þessum fyrirlestri.